Þá hérna stutt yfirferð á Sportsmetrics æfingaprogramminu, fyrsti fasi eða fyrsti hluti, samtals 8 hopp. Fyrsta hoppi sem við sjáum hér veggjahopp, framkvæmt í 30 sekúndur, gorma upp af ökklunum, lítið beygð hné. Hopp nr. 2 í 25 sekúndur og það brjóstkasshopp, þar sem við hoppum hátt upp, rífum hnén upp og lendum mjúkt. Þriðja hoppið hnébeygjuhopp, förum niður í hnébeygjustöðu og rífum okkur hátt upp, ekki ólíkt því að taka frákast í körfuboltaleik. Fjórða hoppið mjög svipað á hnébeygjuhoppið nema með hálfhring, 180 gráða hopp svo kallað, þar sem við höfum góða stjórn á líkamannum í loftinu. Þetta vinnum við í 30 sekúndur, brjóstkasshoppið var í 25 sekúndur. Því næst hindrunarhopp, fyrst fram og aftur, og hér hægt að nota litla grindur eða eitthvað eins og ég nota hér rúllu, cirka 20 cm há grind, hún þarf ekki að vera ríkja há. Fyrsta hoppið fram og tilbaka í 30 sekúndur og næsta hopp eftir því á hlið einnig í 30 sekúndur. Hérna sjáum við fleiri endurtekningar af því. Takið til tækninni þegar við hoppum aftur á bak, rífum hendurinn upp og að okkur, hjálpar okkur að fara til hliðar. Og eins og ég segi, nokkuð svipað og hnébeygjuhoppið sem við sáum fyrst, nema hér við komið smá hliðarfærslur eða færslur fram og tilbaka sem að gera aðeins meiri kröfu á líkamsstjórnina. Næst síðasta hoppið grindarhopp eða hopp saman með fætur. Við hoppum upp og sláum fótu saman og hér markmið að venja fólk á að lenda með fæturna beint undir öxlunum, ekki of gleið og ekki of þröngt saman með fætur. Síðast hoppið kyrrstöðuhopp, þá hoppum við fram á við og höldum kyrrstöðunni í 5 sekúndur. Samtals 5 hopp, hoppum fram, förum í rétta stöðu, viðbragðsstöðu, beygð hnef, beygða með mér og labba rólega tilbaka, samtals 5 hopp.